Halló. Halló. Hvað erum við nú að gera hér? Já, það er góð spurning. Við erum ekki að finna sér eitthvað til dundur sem maður alltaf ekki í framboð í sveitarstjórnarkosningum? Heyrðu, já, við ætlum báðar að sleppa því Já. að fara í framboð þetta árið. Eða fyrir þetta næsta kjörtímabil. Já. Já. Þá náttúrulega finnum við okkur eitthvað annað að gera í staðinn. Já, við náttúrulega getum aldrei verið eins og venjulegt fólk og verið verkefnalausar. Nei. Við erum ekki þar. Aldrei. Þannig að þá finnum við okkur bara eitthvað annað, skemmtilegt undur. Prófum að stökkva á vlogavagnin. Jó, Ó. nýkomin af sokkasnákavagninu. Ég er ekki komin þangað. Ná, Nei. herðu, en hvað, við vissum nú bara ekki, bara nema fyrir smástund síðan að væri svona prjóna vlog heimur á YouTube. Nei, bara tiltölulega stutt síðan ég fór að fylgjast með. Sama hér, Búin að- réttur jól. Búin að hámhorfa hérna band og bækur og próneu og fleiri. Magnaða fólk. Já, rosalega flottar konur sem eru, já, gatn í gangi, þú veistu, meira fleiri konur sem eru að vlogga, þetta heitir það víst. Svo okkur langaði bara til að prófa að vera með og, já, Hafa prófa. eitthvað að gera. Ég Við erum verði svo ekki að nægu að segja, okkur finnst við alltaf hafa nóg að segja. Við erum náttúrulega netta athyglisjúkar, smá. verandi ljón, þú og ég næstu til ljón. Og en þetta fyrir mig var þetta bara svona eins og opinberun einhvern veginn. Mér fannst ég bara stíga inn í annan heim, en ég er búin að segja upp Spotify, ég er búin að segja upp Netflix, ég er búin að segja upp Sýn. Nú er ég bara á YouTube. Og enda er náttúrulega fullt af svona enskum húsþáttum þar líka sem er gaman að horfa á. Fullt af allavegana. Ég náttúrulega eins og þú veist og þá þið bráðum, ef einhver horfir á þetta hjá okkur þar, horfi voðalega lítið á sjónvarp. Já. Ég er ekki með Stöð 2 eða það sem heitir núna þá Sýn. Ég er ekki með, þú veist, ég er með Netflix og ég er með Disney Plus og eitthvað en það, ég horfi aldrei á það. Kallinn er í því, ekki ég. Þannig að fínt, sleppur við að tala við hann með hann. Já, ég get bara prjónað og horft á mitt YouTube og hlusta á mína hljóðbækur bara í friði meðan ég prjóna. En við, já, og þá náttúrulega með því að segja hætta með þessar stöðvar, þá hefur við fullt af pening til okkur. Já! En við erum náttúrulega líka, þú veist, að taka þátt í heimagarðsáskoruninni frá prjónu, þannig að við erum að nýta heimagarðni núna aðeins. Já, nefndu það nú ekki ógrátandi, ég er náttúrulega fallin. Nei! Ertu fallin? Oh my god. En þetta er með tilgang. Ég kem að því síðar. Oh my god. Þetta er Þetta er bara silki og krútlegheit sem að ég fann í. Superwash Merino 70%, 30% silki. Þegar ég þurfti að fara að skila mér peysum í handprjó, Ó. þá bara hékk þetta og æpti á mig og ég bara, F1, þetta er tilgangur í þessu. Ég veit alveg hvað ég gerir með þetta. Já, kekja. Og talandi um heimagarð. Þetta er litríkt. Þetta er búið að vera á mörgum heimilum. Og fyrst var það náttúrulega hjá ömmu heitinni norsku. Þetta er náttúrulega gefjunarband, mölvarið og með plastmiðum. Já. Og svo var þetta í Varmahlíð hjá Mútu, náttúrulega í mörg ár. Já. Og svo hendi hún í því í mig. Og ég ákvað að gera, ég náttúrulega prjóna endalaust, eða öllu heldur heklað einhverjar druslur úr afgangsgagni sem ég sett undir hundana og kettina og eitthvað. Já. Og þetta fer nú örugglega undir annarkvort eða bæði. Því mér finnst, ég fíla ekki garðaprjón eitthvað sérstaklega, sko. Og en já, það endaði hér. Þetta mölu var það góða gagn og verður gjaldýrateppi einhvern tímann. Já. En ég meina, En það er svo leiðilegt að prjóna þetta, ég er að spá ég að skutla bara í mútt aftur og því að hún hafi eitthvað að gera svona yfir kiljunni á kvöldin. já, það er sko, ég er reyndar alveg saman að svona eitthvað er ekkert endilega, þetta er algjörlega heilalust verkefni en það er samt gott að hafa svona heilalust verkefni af og til. Já, og svo er alveg skilur lykt í þessu bílskúralykt og alls konar. Já, þannig að þú þyrftir að fara að fá almennilega snjókomi til þess að Já, skutla þess út og fleira þess út. Vonandi að fjúki þá ekki um allan gamla bæinn eins og kattabælinn hérna fyrir
Nú þurftur alltaf út Já, allt. svolítið svona. Já, ok. Ég vissi það ekki. Ég sá bara að hún hafði sett út. Ég sá ekkert meir. En allt skilaði þessi nú heim. Já, nú gott. En, Strax til bóta. hvað er þú að flytja? Heyrðu, ég er að flytja upp á húfu sem heitir Bíkúpa og er úr Ullaræði 2. Sagði ég ekki örugglega Bíkúpa? Hefur ég og örugglega Ullaræði. Þú átt Ullaræði, já. Ég er geggjað. séð 2. Já, hún var að blaðsíðu 112. Fékk þetta í jólugjöf. Heyrðu, og hvað ger ég? Já. Við grínumst ekki með þetta. Nei, Hún hér er fletti ekki djók, sko, beint beint upp á henni. Þessi hérna, þetta er Bíkúpa á blaðsíðu 112. Það er enda sjúklega frá. Hún er geggjaflott. Ég sá eina vinkonu mína, hún hafði verið að prjóna hana úr hvítu og hún er rosa flott hjá henni. Hún byrti hann inn og handóði prjónar henni daginn og svo sá ég að hún var búin að gera aðra bláa, sá ég á snappinu. Þannig að ég ætla núna að gera, þetta er í hug kannski, úr fjólubláu. Fjólubláu, Já, það kemur á orð, já. Þú erum við nokkru öðru fjólubláu. Já, heyrðu, ég fekk hennan glæsilega hringtrefil í gjöf í morgun og heyrðu, við glemdum alveg að kynna okkur. Ég var einmitt að hugsa það. En hún Edda, vinkona mín, hún gaf mér þetta fjólubláa fallega hringtrefil í morgunna því að ég er búin að vera í pest og kvefu og þá veitir mér ekkert að ég hafa smá hlýtt og fjólblótt hálsinn. Og svo prjónaði ég mér þessa fallegu fjólubláu peysu í fyrra. Hún heitir Ellie og uppskriftin var til styrktar Alzheimer-samtökunum. Þannig ég er búin að prjóna 3 svona peysur og gefa mömmu og systur minni. Ég aftur á móti heiti Maríanna. Edda, Brynleifs. Og þetta er okkar allt í belg og biðu. Handavinnu vlogg, blaður. Já. Og Því við erum daldið í belg og biðu. já, vöðum kannski eins og þið sjáum nú þegar úr einu í annað. Já, en ég er semst að flytja upp á þessari Bíkúpu Það er húfu. ekki að segja neitt meir um þig eða? Mig, já, Já. heyrðu, ég er Þú selur skjalavörður. Nei, ég er umsjónarmaður ljósmyndasafns Héraðsskálds Austur-Húnavatnssýsla. Ef að hafa þetta er svolítið titill, sko. Umsjónarmaður ljósmyndasafns Héraðsskjalasafns Austur-Húnavetninga. Og leysi af skjalavörð sem fór í veikindaleyfi en er nú þegar búin að segja upp. Þannig að ég er svona báðum skrifstofameila. Ég er sauðfjárbóndi með það bil 500 fjár. Ég er móðir 3 uppkominna barna. Yngsta barnið mitt er verður 25 ára á þessu ári. Einmitt. Hvað er ég meira? Ég er prjónari, ég er mikið prjóna áhuga kona, prjóna úr nánast hverju sem er. Þú ert útilegufrí. Ég hef rosalega gaman af því að ferðast með litla kútinn minn, litla hjólhýsi mitt. Skiljanlegt. Búin að plana nú þegar 2 útilegur fyrir næsta sumar og það er febrúar. Já, það er einhverjur að vera í þessu. Þannig að 2, já 3 kannski, það gæti við 3. Jafnvel 4. Já. Ég veit ekki, hvað á ég að segja meira? Hvað er meira? Jú, ég eins og kannski einhverjir hafa átt að segja á, þá fórum við í framboð fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar. Hún í 1. sæti og ég á 3. á sama listanum. Það er smá ykkar pening. Ég var reyndar ekki þar, en ok, ég var skítmá peningu. Já, gott. Verandi sauðfjárbóndi sæti. Jú, ekki svelta þau. Nei. Mér barma sér aldrei. Nei. Þetta er svo gott hobby. Já. En nei, ég hef spurning hvort okkur hafi vantað eitthvað að gera. Ég veit það ekki. Ég held okkur hafi leiðist. Það hlýtur að vera. Já. En við erum búin að átta okkur á því að þetta er ekki starfsrami sem við ætlum að sækjast eftir áfram. Nei. Svo, En það ætlum við að prjóna svo mikið. já, prjóna áætlanir eru orðnar miklar og við komumst vonandi bara yfir það einhvern tímann. Já. En Edda, þú átt eftir að gera grein fyrir þínu máli. Herra, ég er upprunnin varmhlýðingur. Búin að búa hér og þar heiminn og landið og dagaði uppi hérna á Blönduósi. Reyndi að flytja í burtu í rúmt ár en það gekk ekki betur en svo ég kom inn aftur.
sem bara hitt besta mál, ég hefði náttúrulega alltaf best í gamla bænum, sko. Og ég er leikskólakennari, starfa sem slík eins og rak verslunina Hitt og Þetta sem var svona alls konar búð, meðal annars með garn, hérna Blönduósum tíma. Brasaði náttúrulega í veiðiþjónustu og veiðibúð og ferðaþjónustu og alls konar eitthvað. Upplýsingasmiðstöð ferðamanna. Upplýsingamiðstöð, já. Eitt og annað svona sem búið að kíkja á í gegnum tíðina. Já, en annars ég bara aðalega að prjóna og vinna í leikskólanum eins og þar til einhver ný fluga fæðist. Og eitthvað dettur í hausinn að þér. Eitthvað dettur í hausinn, Já. En kannski bara vonandi ekki gera það. Alltaf ekkert sem kostar mikla peninga. Nei. En nóg það. Já, ég er nú einn dreng. Já, mátt nú ekki gleyma því. Binna minn. Ekki gleyma hann Binna þínu. Táningur í 10. bekk. Stendur fyrir sínu. Einn hund, 2 ketti. Og það bara fyndið gott. Helvíti fínt. Já. Má samt segja svona helvíti fínt. Já. Ráðum við ekki að því þetta eru okkar Hansikoti fínt. Já, það virkaði allavega vel þegar ég var í leikskólanum á sínum tíma. Hansikoti. Annars var það þannig sko að ég lærði pínlítið að bölva á þýsku. Já. Og nýtti mig það pínlítið því að ég var með íslenskum erlendi börn. Svo þegar þýskum erlendi börnin komu í leikskólan þá var ég að breyta því. Já, ekki gátum við þá bara á pólsku. En nóg þessa vitleysu. Hvað já, þú ert að gera húna. Já, ég er bara að starta þessu núna. Maríanna, hvaða fína gafn ertu með í þessu? Heyrðu, þetta er nú skal ég segja, hvað gerði ég við miðan að þessari dásend? Ég er náttúrulega enn að vinna úr heimastassinu, heimagarninu. Þetta er rosalega fína, getum við. Það er að sína. Alpaka 95% og 5% akryl. Og þetta er klárlega, sko, ekki íslenskt. Nei, nokkuð ljóst. Ég fatt hann á Temu. Og ég veit að það er alveg fullt af fólki sem að vill ekki að fólk sé að panta á Temu. Og ég veit alveg að það er fullt af fólki sem að segir að þetta sé allt saman baneitrað. Mér er svona alveg bara vond lykt að eins og svo mörgu. Ég er kannski mjög viðkvæm í nefinu, ég veit ekki. Ég finn bara enga lykt af þessu. Ég finn reynda bara holtslíkt. Akkurat. Heyrðu, já, en sko, það er náttúrulega bara hverjum og einu frjálst að kaupa sitt gagn hvar sem hún, Já, nákvæmlega. Ég er alveg þar. Kjósa. Og þetta gagn er bara alveg gríðarlega mjúkt. Já, það er. Og þetta er bara, ég get einhvern veginn ekki ímyndað mér að þetta sé neitt verra band heldur en eitthvað annað band. Nei, þú voru bara að láta fylgja sterakrem með þá ef það bara kom ykkur upp. Ég ætlaði nú að nota hana sjálf, sérðu það ekki á litnina? Já, þetta. Hvernig læt ég? Ég er í ekoprjóni. Já, nei, ég held ég aldrei panta Temu, en ég náttúrulega er samt ógeðslega nísk og algjör nirvill og er nú búin að vera að prjóna úr heimagatni bara frá því ég hætti með búðina því ég náttúrulega átti slattagat og ég hef verið búin að selja slattagat. Já, ég náttúrulega er ekki þar sko. Og nú er mér farið að kýtla sko dálítið. Ég náttúrulega, sko, miðsonur minn var náttúrulega að vinna hérna í ullarþvottastöðinni og ég náttúrulega nýtti mér þau sambönd og fékk starfsmann afsláttinn hans, eða hann pantaði fyrir mig og þá keypti ég mér lífstíðarbyrðar að lopa, eða ég held að ég er næstu því, þannig að það er nú ekki nema hvað. Við vorum nú að gera þátt í lopastaflanum eitthvað. 2-3 ár, já. Er það svo langt síðan? Sem ég keypti hennar lopa. Það var það í fyrra. Það var í fyrra vetur. 2-3 ár, þá hefur allan daginn verið að kaupa lopa hjá mér. Það eru þá 1,5 ár kannski. Já, það er sannlega rétt hjá. 1,5 ár síðan að ég keypti þennan og ég keypti bara dálítið vel sem að var eins gott því hann er ekki lengur að vinna hjá ullarþvottastöðinni þannig að ég gerði þetta klálega á réttum tíma. Já. En ég er búin að prjóna 1, 2, 3, 5 lopapeysur síðan. Já, lopapeysur. Já. Guð, ég viltu vera að fara að telja bara Temu. Já, nei, lopapeysur. Síðan á þessu 1,5 ári er búin að prjóna einhverja 5 lopapeysur sem eru notabene á fjölskyldu og vini. Já, mér stannar bara vel þessu vikið. En er ekki slatt eftir? Af lopa? Já.
Ég sagði ég þurfi ekkert að kaupa með labban þetta næstum. Ekki það var hérna afsláttadagar hjá skaffiringabúð Já. hérna í síðasta haust og þá náttúrulega þurfti ég aðeins að fara og bæta á sko nokkra liti sem að ég átti ekki sko og fjallalópan. Ég keypti mér svolítið af fjallalópa. Heyrðu, viltu ekki bara draga? Og ég draga upp dásendin úr fjallalópanum. Ég að klára þessa, hún er bara verk í vinnslu, eins og maður segir. Hún er nú náttúrulega eiginlega alveg tilbúin. En hún er alveg geggjaflott. Stelpan mín fær þessa. Og þessi heitir Góa og er úr lopabók nr. 44. Nýjust, eða hana veitrar? Nei, ekki nýjustu. Þessari, ekki þú átt hana. Já, mjög líklegt sko. Held ég, alveg örugglega. Hvað gerði ég við símann? Sko, hún held hún heiti alveg örugglega Góa og hún er úr fjallalópa. Og sko, mér finnst hann pínulítið snarpur. Já, ég held hún svo þessari bók. Nei, þetta var YouTube, ekki, veitum við. Þetta? Þessi? Já. Þessi, hún heitir Góa. Þarna er hún bara. Þarna er hún. Þú vissi það. Þú átti allt sem að mig vantar. Þarna er hún. Hrikalega falleg peysa. En stelpan mín valdi sem sagt að hluta til aðra liti. Og hún er svona... Smekkhona. Já, hún er það, klálega. Og við fórum saman í skaffiringabúð og völdum, ég keypti í þetta handinni. Og nú er ég semst að hafa það að klára þessa peysu og bara eftir að líka saman og fela enda. Vel af sér vikið. Já, ég er bara mjög ánægð með hana. Hún er svona alveg ekstra fljót með þessa peysur enda. Þú séu fjallalófa. Hvaða prjónastar varstu með? 3,5. Maður mælt með því að hann sé prjónar 3,5. Og ég áttaði mig nú á því að ég þurfti pínu lítið að prjóna fastar heldur en ég geri venjulega. Þú sérð hérna sko. Hún er aðeins lausari hér, ég náði ekki rétti prjónfestu hér, en ég náði henni hérna sér. Þú er eitthvað reiðikafla hérna. Já, ég held reyndar að ég hafi verið í reiði prjóni akkurat hér sko. Já, það er svona tætt aldrei. Já, og svo fór ég aðeins að hugsa betur hvað það var að gera. Gekkja, þegar við talandi Temu samt, ég panta alveg að Temu líka. Já, við séum öll bara guilty as charged. Fyrir hérna flotta þú ekki svona líka? Já, svona líka. Ég keypti mér svona sokka strekkjara. Það er ekki að gefa þér. Nei. Ég held að strekkin og ekki sérlega, en ég keypti aðalega til að finna út stærðina. Já, ég finnst þetta reyndar alveg hérna. Og ég er nú búin að máta þetta og ég alla lappir á kaffistofunni í vinnunni og þetta bara stemmir. Ok. En það gerði aftur á móti ekki þessi hérna sem ég náttúrulega var með í pakkanu líka. En svo segja líka að maður með þetta úr tréð þá sé það bara ves og þetta verður að vera plastið og eitthvað. Já, sumir eru með járn og eitthvað. Þannig ég var aðalega að hugsa um stærðirnar. Já, ég var reyndar líka að hugsa um það. Þess vegna keypti ég þetta sem var með svona hægt að færa til. Og þú með sérlega lopapressu sem er köttur. Já, ég er ekki með það. Ég er með katt á ofnum mig. Þannig að koma hérna til hennar Eddu þýðir það að ég þarf að taka ofnamstöflu ekki með. Nei, með ískapnum líka. Ok. Það gerst það gangandi. En þetta er semst fyrsta heimaklárið mitt á þessu ári. Þessi fínu sokkar. Já. Þetta er bara lítið sætt. Þeir eru mjög fallegir, mér finnst það fallegir litir í þeim. Þeir eru úr ykkur sem ég fékk að gjöf fyrir lífhanslengu jólagjöf. Þýst. Já. Volbull. Já. Sönn. Ég ætla ekki að reyna að lesa þetta fyrir þig. Þetta er sem sagt nei, við glemum þessu bara. Já. Þó kunir að börfa á þýsku þá er Já, það er bara eitt orð líka og það er bara hefur dugað með fínt, ég þarf ekki fleiri. Eða hef ekki þurft. Sokkarnir eru flottir. Sokkarnir eru mjög flottir, ég er sammála því. Mjög flottir. Svo þarf ég eiginlega að fá að segja frá hérna stutt umferðarlífi mínu. Já, láttu vaða. Hvað kallast það aftur á frummálinu? Short rows. Short rows, German short rows. German short rows, jú. Og ég reyndi, af því ég ætla alltaf að prjóna peysu eftir Stephen West. Ég hef ekki ennþá prjónað neitt eftir Stephen West. Ekki heldur. Er með gatn í húi þarna samt. Ok, já. Og hérna, en þar voru alltaf einhverjar stuttumferðir sem ég gafst alltaf upp þó ég var búin að glápa á YouTube fram og tilbaka. Ok. Svo var einhver sem gaf mér fyrir lífhanslöngu
eða mér áskotnaði þetta uppnæðin, ég veit ekki hvort það var einhver listamenn eða eitthvað. Þessi uppskrift hérna, Pearl Soho, sem hálskragi og hérna heitir Bandana Cowl. Og þetta búið að vera að þvælast með mér út allt, eins og reyndar peysan, talandi að vera í belg og byrju. Já, látum vaða. Já. Já, peysan. Peysan sem líka búin að þvælast með mér allar trissur. Og enga tölur komnar Enga tölur komnar enn, nei. Heyrðu, byrjum bara á peysunni. Já, byrjum á peysunni. Já. Þess að hún var prjónu hér úr blessaða gefjunarbandi og með því hélt ég hérna Exquisite Lace frá West Yorkshire Spinners sem ég elska og ég heldur sé að hægt að selja. Já. En hvað það? Ég man ekkert hvaða uppskrift þetta var eða eitt eða neitt, ég veit ekkert hvaða munstur þetta var en ég veit hvað í því. Þetta nú handlitað eitthvað. Þetta eitthvað handlitað sko, alveg klárt mál. Já, allt í sitt. Og enn eftir að koma tölur. En þú búin að merkja út fyrir þeim. Já. Það náttúrulega það. En hún semst búin að ferðast með mér, hún flytja með mér frá Blönduósi, á Akranesi, á Blönduós og ekki eitthvað febrúar klár núna. Jú. Var þá ekki kannski Brendur og Drangey og eitthvað standa fyrir standa Amaloppa og eitthvað. Já. Þannig að það kannski, þetta verður kannski mánuðin sem að peysan klárast. Já, ég bara, ég geggja það ef hún því. Ég kláraði eitt í gær og sendi frá mér. Já. Tulip, ring, jacket, eitthvað sem ég fann á Drops. Já, þarna úr Já, sem ég keypti í búðinni og þér áður hún hættir. Já, endalaust verið að klára úr heimastasinu. Já. Heyrðu, en aftur að þessum kraga. Já, shortrós. Hann náttúrulega bara löðrandi í shortrós hérna. Já. Þetta þarf að shortrófa hérna, fram og tilbaka, til að búa til þessa tótu. Ó, guð. Ok. Já, og ég var svona askoti mögnuð í þessu. Og náttúrulega klára hennar kraga sem var náttúrulega alls ekki úr gatninu sem átti að vera í. Það átti að vera eitthvað gróft og þetta var ekki gróft. Nei, klálega ekki. En ég ætla bara að gefa múttu hennar kraga því að hún er mjög illa við að vera að bera í hálsinn og þetta er bara... Þetta er mjúkt og létt. Mjög, þetta er bara, mjög stæður sætur. Já, ekki bara. Já, mjög stæður. Svo ég var svo stolt af mér. Sem getur þú bara farið með henni bara mjög vel. Ég hugsa það. Og ég var svo montinn að ég nú myndi ég nú aldrei skera peysur með öllum þessum umferðum hana. Og dró fram Lene Holme. Ég var að tala að hún líka árituð. Talandi flott ræfilshátt. Þegar að Lene Holme kom á prjónagleðina árið. Og ég ætlaði að Þú var nú myndaðir með henni líka. Ég tók að myndaðir. Þú var nú á henni líka. Nei, það er Guðrún. Ég var ekki með. Ég tók myndin. Þú varst þarna. Já, ég var klálega að vitna þessu. Ég ætlaði að gera þessa peysu hérna. Ég ætlaði að losa fyrir prjónu. Svo bók. Ómissandi heitir hún. Heitir Peysan, ómissandi. Grunnflík í fata safnið. Já. Það var eitthvað annað sem ég var búin að hugsa mér úr þessari bók en allt í lagi. Já, ég hugsa margt annað líka. Já. Og þetta átti að vera úr einhverju holstefni sem lambsull og bómullar Holst Coast sem ég fekk þegar ég fór á garðbítti. Já, þarna hjá Röndum, já. Og Drangey, já. Þarna í vetur, janúar, ekki? Jú, fekk alveg bara fínasta gatt þarna í bítum og svo átti ég þarna einhverjar mínihespur sem ég hafði aldrei notað og ætlaði aldrei að nota það bara með. Og þetta átti að vera svona sérlega feitað, þetta er bara ekki raskat feit hérna. Svolítið skörp skil bara? Bara ömurleg flík og ljót og ég ætla bara að rekja hann upp. Ok. Og gera hana úr einhverju þessu hér. Af því ég elska mal. Mal er náttúrulega alveg dásam. Glópagull. En ég átti að finna eitthvað meðband. Og viltu þá hvað hafa? Móher eða? Nei, alls ekki, helst ekki. Ekki móher? Eitthvað bara svona... Eitthvað svona fínt leysband. Svona leysband, eitthvað fínt. Við kannski finnum það í erlendis. Erlendis, já. Já, ég ætla allavega að taka einu svona með mér. Garðkaupabann gildir ekki erlendis. Bara, þú veist, það er bara þannig. Já, þannig að þetta var
með sjórstrós líka náttúrulega. Já. En þú ert búin að mastera það sést ekkert að það sé sjórstrósósu. Sko. Já, bara vel gert. Það ekki. Mjög vel gert. Ég reyndar líka með sjórstrós en það á þessari peysu hérna. Já, þú kannt þetta? Ég kann það. Þetta var í fyrsta skipti sem ég prófaði þetta og það sést ekki. Ég var einmitt að skoða þetta daginn til að reyna að finna hvað verður aftan á peysunni. Hvað það? Já. Já. Næsta? Hvað er næsta? Meira Leynihólmi. Já. Fyrst hún hérna. Því ég er náttúrulega, sko, ef hún Guðrún hérna okkar gasta, Jarnrún, hún þekkir til ýmissa skrautlegra prjóna afreka að minni hálfu og geti nú sagt frá ýmsu en sem betur fyrir, hún er ekki hér núna. Og ég hef aldrei prjónað sokka, ég hef alltaf bara prjónað sokka á mig og eitthvað á einhverja og bara gert hælinn eins og mér sýndist og eitthvað. Þannig ég ákvað að gera eitthvað með svona munstri. Og fara eftir uppskrift. Fara eftir uppskrift. Já. Þar með komst ég náttúrulega því að ég ætti vel að gera hælinn eins og fólk er flest. Þannig allt í henni bara... En það til margar aðferðir til að búa til hæl. Já, heldur þú að ég hef nefnt að fara að leita þeim og lesa og kynna mér? Nei. Þú hefur semst ekki prófað þarna fish lips kiss? Nei, það er nú nýjasta sem ég þarf að æfa mig. Ég er ekki búin að prófa hana. Ég ger bara haldur og hæl, sko. Ég er að vona að vera svona námskeið og prjónagleðinni. Já, það væri gaman. Kiss eitthvað. Já, það væri. En ég hafði nú af eitt sokk. Já. Með munstri? Nei. Jú, sko, já, uppi. Þannig að þetta verður svona detta niður sokkar. Svo er ég búin að missa þolinmæði en ég var að horfa á eitthvað. Þannig ég ákvað bara að hafa, en ég gerði það seinna kannski úr, ég held ykkur tvöföldu hérna. Náttúrulega potþitt malband. Já, örugglega. Og já, og eitthvað sem ég fekk á gardbítinu. Já, ekki. En munstri ásemst að vera alveg hingað. En það væntanlega þá bara á ristinni, ekki á ílinni? Já, bara á ristinni. Já, einmitt. En þá var nú... Þolinmæðin var ekki nógu lengri. Okay. Og hérna ég bara... Já, stundum þarf maður bara að gera þetta bara eftir sínu höfu. Já. Svo var ekkert víst verið eins, því þetta band virðist bara skipta endalaust litum og aldrei kemur saman litur, þannig að þetta er svona spennandi óvissuverkefni. Já. En heimasokkar? Já. En hérna, þú hefur ekki ákveðið að gera eins og þetta með Svanar að gera þarna, að prjóna alltaf báða í einu. Nei, guð, ég, sko... Nei, hún er ekki með það á sama hringprjónum. Já, byrja alltaf á þeim báðum í einu. Já, og prjóna á samhliða. Já, það reyndir alveg ákveðs hugmynd, sko. Mér finnst það mjög sniðugt, því þá verður seinnisokkurinn ekkert alltaf eftir. Ekki það að ég byrju ofta á seinnisokkunum að því að mér finnst seinnisokkurinn mikið leiðilegri. Já, ég og eins líka með ermar, sko. Ég bara byrju ofta á seinni erminni að því að mér finnst svo leiðilegt að gera. Einhvers veginn með það fyrir sokkinn, sko, en það... Í einhverjum póka. Og margir pókar til þínu heimili. Guð, ég held þessi þáttu verið stanslaust, þetta... Já, ég veit ekki. Það þarf ekki til að vera. Herri, taktu þitt eitthvað? Já, ég takk eitthvað frá mér. Sko, fyrir mörgum árum síðan, þá prjónaði ég helst bara á smart. Smart, gæti? Já, ok. Það var tíma, þá prjónaði ég eingöngu smart. Og rakst á þessa uppskrift í einhverju tinnublaði. Getur ímyndað þér hvað þetta er? Þetta er bara magabólur? Nei, þetta er nefnilega bara svona, maður hendir þessu bara svona yfir sig. Já. Og svo er þetta bara svona, þetta var bara feinningu sem var prjónaður og saumaður saman, þetta er bara garðaprjón. Þetta er algjör snillt því að... Notarðu þetta mikið? Ég nota þetta nú aðalega heima hjá mér af því að þetta var ekki prjónað handa mér, þetta var prjónað handa stelpunni. Henni fannst þetta svo geggja flott, sko. Ég prjónaði þetta handa henni, en ég notaði þetta aðalega heima hjá mér. Já, þetta er sniðugt. Þetta er svona, kemur í staðan fyrir sjal. Já. Ish. Já. Þannig að þetta er bara prjónað á smarti. Ok. Nú, svo var það fyrsta klárið á þessu ári. Það var peysan úr hérna heimagarninu sem að ég byrjaði á í janúar og kláraði núna. Þetta átti að verða jólapeysa. En það eru jól einhverstaðar einhvern tíma aftur. Já, ég reikna með að ég nota hana bara næstu jól. En þessi þetta er uppskrift sem ég fann á Drops Design, eða þarna, Drops síðunni. Man náttúrulega ekkert hvað hún heitir núna. Gard Studio? Nei, ég menn sko peysa. Já, peysa. Uppskrift.
En hún er úr Drops Flora og Drops Kitsil Ok. mohair. Og hún er svo mjúk. Já, hún er svo mjúk. Og við taka næsta? Já, þennan kláraði ég milli jól og nýjárs. Og þetta er náttúrulega svona svakalega. Þú voru að setjast til og leggja þetta yfir þig. Já, þetta er svona rosalega fínt svona kjóll. Ermarnar koma svona útvíðar pínu. Þetta sést náttúrulega ekki neitt, sko. Svona. En þetta er semst úr svona sjálfmunstrandi. Getur líka pása og smeltir í hann. Já. Það ekki. Ég var að gera það. Jú. Svona, komin í hann. Komin í hann. Svona eru ermarnar. Þetta er líka úr lopi, hérna, 44. Nei, ég er að ljúga þér, þetta er ekki úr þeirri lopabók. En þetta er samt uppskrift eftir Védísi. Ok. Átt að prjóna það úr einbandi. En ég náttúrulega eins og þekkt er, ég get aldrei farið eftir því sem að sagt er. Og hérna prjóna það náttúrulega úr temungarni. Já. En ég er ógeðslega ánægð með hann. Af því að ég er ekki þekkt fyrir að vera græn og brún. En svo það sé nú á hreinu, við erum ekki að fara að verða ykkur umbúðsaðilar Temu. Já, nei. Avokatar fyrir Temu. Alls ekki, Bara- alls ekki. En Það var líka bara gaman að prófa. Nákvæmlega. Maður sko veit ekki nema maður veit ekki nema að prófa. Og þetta er ullagaband, sko. Þetta er á að vera, það er sagt svo, allavega, að þetta sé ull. Svo, ég náttúrulega, mér er alltaf kalt. Já. Og þá er rosalega gott að nota ull. Fínt þegar þú ferði yfir ljósmyndirnar hana. Á safninu. Að vera ekki frosin hér, mennur ég. Já, það er rosalega gott. Kostur. Það er rosalega gott að vera ekki frosin hér. Ég er nú svo sem ekki með nema eitt stykki í viðbót. Og ég taka það líka. Ekki að býða hans með það. Já, ok. Ég er í Já, þú ert búin að skipta um peysu. peysu sem að ég byrjaði á prjónagleði í fyrra. Já, alveg rétt. Það var svo geggjað veður. Þetta er bara, það má ýmislegt segja um þessa prjónagleði sem var í fyrra. En eitt sem að ég ætla bara að kjósa muna og njóta var góða veðrið. Já, og bara, það var bara líka gegn gaman, góður félagskapur hjá okkur tveimur. Já. Við skemmtum okkur vel saman. Guðrúnur líka og við Já. vorum að vinda og gera upp garn á pallinum. Já, það var æðislegt. Það var sjúða, sko. Það var æðislegt. Komst þarna Ég var- sveitt úr sauðburðinum. Ég var þetta alveg rosalega illa sofin og þreytt að koma á sauðburði. Þetta var á óhentugum tíma fyrir mig þannig. En bara hrikalega gaman. Já, Mér fannst þetta, ég naut mín. maður bara gerir gaman. Og fara út að borða og svona bara kósí. En þessi peysa heitir sem sagt Kormelja eftir Marina Storm. Ok. Eftir því ég sem best veit og er úr 52 Weeks of Scrap